En við byrjum eins og vanalega á fréttum dagsins og það María sem með þær. Já, herðu, það kannski eins og oft áður núna undanfarna daga eflingarmál. Nú eru ganga ásakanir á milli verkfallsbrot, já, og Sólveig Anna hefur sakað lögmenn samtaka atvinnulífsins að hjálpa eigendur Íslandshótela við að stunda verkfallsbrot. Já. Þannig og Íslandshótel segja þetta algjörlega tilhæfulausar ásakanir og já, þannig að Endur tók sig í dag það sem gerist í gær að verkfallsverðarnir komu að Fossatúl-hóteli til dæmis. Það var ekki hleypt inn. Það var ekki hleypt inn, og grunurinn það að þá sé verið að hleypa út verkfallsbrotum ykkur starf eða fela þá. Já. Því að þau segja að hótelið er í fullu starfi. Það er eins og að muni ekkert þessa 297 sem fór í verkfall. Sem frekar ótrúlegt. Já. En ég man það nú reyndar í fréttunum þegar var að tala við hótelstjórinn sem hann sonur hans Ólafs D. Torfasonar. Heitir eitthvað svona alveg öfugt nafnið, líklega Torfi Davíð Ólafsson. Já, eitthvað svoleiðis. Hann var að segja að þau voru að undirbúa sér til verkfallið meðal annars að fá aðgifta þjónustu við þvotta og aðra slíkt. Já. En mér skildist að sko þvottahúsið þarna í Fosshóteli væri á fullu og veitingastæði. Þannig að einhverjir að vinna í því þvottahúsi. Það grunur það. Já. Þannig að Efling hlýtur að finna einhverja leið til þess að vera með sólarringsverkfallsvakt. Já, einmitt. En það svona tregða við að hleypa þeim inn og þegar þau koma þá eru tafir á því hvernig þau fá að fara inn. Já. Og það frekar óeðlilegt. Já, það er það. Það er það. Já. Fleiri fréttir? Heyrðu, já, það var atkvæðagreiðsla á þingi núna að vísa útlendingamálinu til 3. umræðu. Já. Og já, fjallumörg þung orð Vinstri græna til að mynda frá stjórnarandstöðunni. Já. Almennt var það stjórnarliðar sem að greiddu atkvæði með þessu plús Flokkur fólksins og ég held nú reynda að miðflokkurinn líka. Já, mjög líklega miðflokkurinn líka. Þannig að VG hefði svo sem geta sleppt í að greiða þessu atkvæði. Þetta hefði farið ekki hvað sem er. Já, þetta hefði farið hvað sem er. Þannig að það meiri hluti. Þannig að meiri hluti fyrir málinu nær inn í minnilutan. Já, stjórnarandstöðuna. Þannig nú það. Já. Og það var hitt í þessu. Já. Undir ræðu Jóns Gunnarsson þá rauk Þórunn Sveinbjarnardóttir á dyr og skellti hurðum. Akkurat. Já. Þannig að fólk. Það var svolítið þungið þarna. Já, en það þetta mikilvægt mál eins og stjórnarandstæðingar sem andmæla þessu máli segja þá þetta verið að skerða réttindi fólks. Já. Til þess bent á það að þarna með lögunum verið að þeir sem að fólk getur orðið hér húsnæðis og matalust hér eða án réttinda og þess að geta til læknis og fleira. Já, einmitt. Verið að búa til eitthvað svona, ég veit það ekki, veit ekki alveg tilgangin. Það bara, já, einmitt. Við erum oft farið yfir það að rökin til þess að setja þetta voru þau að hérna væri að flæða yfir tilhæfulausar hælis umsóknir. Já. En það hefur komið fram að svo ekki. Nei, einmitt. Það líka komið fram að það engin aukning umfram fólki sem sérstaklega boðið velkomið hingað frá Venezuela og Úkraína af stjórnvöldum. Einmitt. Þannig að og svo líka hægt að benda það að við erum náttúrulega til dæmis að taka móti sko ofbóðslega lítilli prósent af fólki frá Úkraínu með aðra þjóðir. Ég veit það var nú ekki þannig þegar ég skoðaði hérna eftir mönnum sumar. Ég held að sé þannig núna. Já. En það hefur ekki tvækkað komanum hingað. Það sem munurinn ef maður ber saman okkur og Norðurlöndin og það náttúrulega skerðu úr að við tökum svo mikið fólki frá Venezuela. Já. Því að Norðurlöndin skilgreina ekki að fólk fái bara skilyrðlaust hæli sem kemur frá Venezuela eins og gert hér. Það var ég held að verið Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra, það var þetta eitthvað ákveðið þegar leit út svo að hérna yrði eitthvað svona stjórnarbylting í Venezuela. Já. Og þeir situ uppi með þetta vegna þess að þegar þau reynda að breyta reglunum tilbaka
og svo er það að fara venjulega leið þá var það áfríðana nefnd útlendingamála, eða kæru nefnd útlendingamála, ég man ekki hvort hún heitir, sem að sagði að það var ekki hægt að breyta reglunum svona nefn að færa rök fyrir því að hefði eitthvað breyst í Venezuela og þau treyst þess ekki til þess. Þannig að sitað uppi með gamla ákvörðun og það koma hinga svona 750 manns í fyrra frá Venezuela. Það sem eru kannski bara miklu færri, það heldur sem fleiri sem kom til Íslands heldur en öll Norðurlöndin samanlagt sko. Já, út af þessu. Ef það væri svipað og væri Norðurlönd þetta koma kannski 7 eða hlutastlega sko. Þannig það er munurinn og svo er munurinn að Norðurlöndin taka miklu meira fólki frá sem eru svona alvarlega átakasvæði eins og svona Suður Súdan sem að ég held að sé bara enginn hafi komið til Íslands frá Suður Súdan. Það verður ekki. Og Róhingja fólkið og svona það sem eru svona það sem að flóttamanna hjálpin skilgrinni sem neyðarástand, Jemen, mjög, ég held að bara örfáir komið hingað til frá Jemen, að það er miklu, Norðurlöndin taka miklu meira að fólki frá svona svæðum sem að einhvern veginn kom ekki hingað sko. Það fjölgaði mikið í fyrra fólki frá Palestínu, kannski það tengt stjórnarskiptum í Ísrael. Þannig að hvað myndir þú gera þú verið palestínumaður í Palestínu? Það er bara, fólk hlýtur að fara að hugsa það bara að koma sér í burtu. Já, þetta er náttúrulega bara hryllingur. Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara alls það sem er stríð. Þannig að, og ég tala nú ekki það sem er verið að fremja einhver svona þjóðamorð af fólki. Já. Það er náttúrulega bara ekki þetta að tólka öðru sér. Jæja, áfram, Seðlabankinn. Heyrðu, Seðlabankinn. Það venst ekki vel, þessi vaxtahækkun? Nei, hún venst ekki vel. Og frá því að... Og þó, það er alltaf skiptu svo sko. Það er eiginlega komið einhverjum á óvart hækkunin. Nei. En það var bara hvernig þetta var kynnt sem einhvern veginn fer í taugarnar á öllum sko. Já, mér er þess að Bjarna Ben. Já, fyrir tökunar öllum. Og með hagdeldir bankana, hún var heldur góð á fundunum, ég bara mann ekki hvað hann heitir sem er frá hagdeld Arjónbanka. Hún var góð á fundunum, spurði spurningar sem að þau reynda svöruð ekki. Því að það er raunverulega sko, að þau sést ekki vera að hækka vexti út af verðbólgunni sem að var, heldur er þetta verðbólguhorfur sem eru meiri. Og hún var að reyna að spurja sko, hvað þyrfti eiginlega að gerast til þess að myndu ekki hækka næst því að horfurnar er ekkert sérlega góðar og það heldur sérlega ljóst að það mun hækka næst og spurði líka sko, nú er sagt að taki 12-18 mánuði fyrir vaxta hækkanir að virka teljiði að hækkunin sem var í júli sem byrjaði að virka og þau svo er því ekki. Þannig að en þetta svona þau voru með eitthvað að vinnumarkarnar og ríkisvaldi hefði skorað sjálfsmark. Það er ekki að skora sjálfsmark. Nei, ég segi það svona þetta fór ekkert vel í neitt sko. Nei. Að þau verið að kynna þetta með svona hálfgerðri ég veit eða ekki sko. Ásgeir sagði þess ekki af hverju hann fagnaði kjarasamningunum síðan tíma en sagði að þið væri vondir í dag. Já, nei, einmitt. Hann var ekki með neinar. Hann var ekki með neinar útskýringu. Nei. En þetta er svolítið svona, það er búið að vera, allar þessar vaxtahækkanir núna á síðasta árið hafa einhvern veginn komið mjög skringilega frá honum, finnst mér. Já. Hann sagði í október að nú væri þetta komið. Já. Síðan kom þessi óvænta hækkun 0,25 í nóvember, 15 í samningana, sprengdi það upp og það var samið og þeir fóru á fund til hans til þess að reyna einhvern veginn að skynja það annað, það getur ekki lofað að hækka ekki vexti því að það getur ykkur alls konar aðrar horfur breyst en þau upplifðu það að það væri að þessi hækkanir sem samið var væri innan marka. En svo hækkar hann þetta núna 0,5 og hann er að segja að það mun hækka meira. Já, hann er eiginlega búin að segja það. Og hann heldur áfram að hækka. Og Bjarni Ben, hann gagnrýndi þetta þannig að hann sagði að það verið braugljóst að Seðlabankinn hefði misreiknað verðbólguna, aftur og aftur. Hann hitti aldrei á réttu tölvuna, hann var alltaf eftir verðbólguna. Þannig að raunverulega þá hefðu kannski vaxtahækkanir það hefði ekki verið nóg hraðar, vildi að menna. Síðan held ég eitt sem að mættir skoða því hann Seðlabankinn byrjaði að hækka vexti fyrir 18 mánuði eða gummut og mjög langt síðan og síðan gerðist ekki neitt. Síðan í haust og þá byrjar að draga úr hækkun húsnæðisverðs
Ástæðan fyrir því er ekki vaxtahækkun. Ástæðan fyrir því er að þá lét Seðlabankinn, en önnur deild í honum, fjármála stöðuleika deild eða eitthvað, breytti reglunum lánaúthlutvanir. Þannig að þú færð minna lánað, þetta var að hærra minna veðhlutvall og þannig að það eru færri sem geta tekið lán. Akkurat. Og þá var bara klift út. Ég held að sé þannig að fyrstu kaupendur, það er ekki til íbúðir fyrir fyrstu kaupendur sem eru á miðlungslaunum, að það er ekki framleita svona ótrúð íbúðir þannig að þau standist greiðslumati á þar. Og það er fólk bara klift út á markanum og þess vegna byrjar hann að svona högta. Sko. Já, akkurat. Þannig að ég held að við erum með myndband hérna sem þú síðan aftar í þættinum, þar sem hann Jökull Sólberg hefur tekið saman, þar sem hann er alltaf svona að reyna að draga í efa að vaxtahækkanir hafi árangur. Hann er reyndar að fjalla svolítið sko að hafa húsnæðisliðin inn í það sé verið elda skottið sjálfum sér einhvern kíkjum á það eftir. Já, kíkjum á það eftir. Herðu, en við erum með fólk til að tala í fréttir dagsins, þannig við erum að fara að vera fljótt. Já, herðu, þú vöntun á vinnuafli. Já, þú skrifaði grein vöntun á vinnuafli það er nefnilega samstöðuna. Ég held að fólk eigi að fylgjast með þessu því að Hagstofan tekur saman í eftirsókn fólks fyrirtæki eftir vinnu og á síðasta ári, þetta er bara byggingarinn og fjölgaði störfum þar held ég um 4.000 en það vantar ennþá 1800 manns í vinnu þannig að það næri ekki að uppfylla það og þess vegna eru verktakarnir sem þeir eru í vandræðum að klára þau verk sem eru með þannig að fólk að hafa það í huga þegar stjórnmálavinni koma fram á svona blaðamannafundi og að kynna sko stórfellt átaki hinn og þessu og þjóðarhöll og uppbyggingu húsnæðis bara í öllum byggðarlögum að það er ekki fólk til að vinna þetta. Nei. Og það sem er sérstakt við þetta er kannski það að Ísland tilheyrir 500 milljón manna vinnumarkaði. Þannig að það er ekki allir að vinna þessum 500 milljónum, en það eru 500 milljón mann sem búa í Evrópska efnahagssvæðinu. Og það dugar ekki til þess að fylla upp í þörf fyrirtæki á Íslandi. Nei, og það bendir til þess að kjörin hérna er ekki nógu góð til þess að draga fólk. Það er liðin tíð að fólk í Póllandi fór til Íslands til þess að vinna hér á tökstum. Af því að það er bara munurinn á lífskjörunum er ekki nógu mikill til þess að ég sé að rífa mig upp að heiman og frá fjölskyldum minni og vinna hérna í þessu, þeir eru á annir vetrinu svo í Póllandi, en svona vinna það sem að er ekki hort á mig eins og fullgilda meðlim í samfélaginu. Þannig það kemur ekki og þess vegna er SA núna að sækjast fram og vill fá leyfi til þess að flytja hér inn vinnuafl utan ES og fara þá bara lengra og dýpra til leita fólki sem að lítur á að kjörin sem eru boðið upp á Íslandi séu góð. Þannig að það var bara að fara að finna þræla í sjálfur sér. Í staðin fyrir að hækka kjörin. Já. Þetta er svakalegt. Þetta er líka tengist Seðlabankanum á fleira því að þetta bendir til þess að þessi mikil þensla í kerfinu og ef það á að fylla þessi störf með því að bæta kjörin þá náttúrulega mun það auka svona kraftir í efnahagslífinu meira reynsla, víst ég við. En ég held að fólk eigi að fylgjast með þessu ekkert síður heldur en svona verðlagi, þótt að ég náttúrulega fylgjast með verðlagi. Já, einmitt. Nei, var þetta ekki, þetta kom til tals eitthvað hérna hjá okkur daginn líka varandi byggingu í Nýs Landspítala man ekki alveg í hvaða samhengi. Jú, ég hafði dóttir mín var á barnadeildinni eftir áramótum og ég labbaði alltaf framjá, það var ekkert að vera þar. Já. En það eru Portúgalar sem eru að vinna þar. Já. Þeir voru sendir heim í jólafrí í 3 eða 4 vikur, það sem lá vinna niðri. Það var í fréttunum daginn að þetta væri komið í gang aftur og þetta færi eftir áætlunum. En áætlunum þegar skóflustunga var tekin af spítalunum, þá átti Landspítalinn tilbúin á næsta ári. En nú er talað 2028, þannig þetta er ekkert eftir áætlunum. Þó að menn kom í fréttum að segja þetta er eftir áætlunum. Það var bara áætlun sem gerði í gær. Sko. Þannig engin vand að vera eftir áætlunum frá því gær. Nei. Og þeir náttúrulega bara hafa kannski ekki mannaplan í að halda áætlun. Nei, það er bara staðrind. Það er alls konar verk sem högta, það er bara vantar mannskap. Það munar það í íslensku samfélagi að vantar 800 manns til þess að smíða hús. Fólk finnur fyrir því. Já, akkurat. Það eru ég held að sé nærið í 10% af þeir sem að vinna í þessu. Það vantar 10 eða svona 8%. Það vantar svona 12 hvern mann. Það sést fljótt, sko. Já.
Herðu, Kvika og Íslandsbanki. Já, Íslandsbanki segir já. Við bónorðinu. Já. Þetta er náttúrulega, ég veit að við nú spennt á áður sko, að svona eru hlutinni gerður í Íslandi. Það var eftir hrun átti að endurmeta fjármálakerfið og setja nefndir í það og almenningu var spurður, almenningu sagði að það verður að hemja þetta dýr, það er allt og dýrt, þetta vaxtamunur og mikill, ekki selja bankana, það sem stjórnvöld gera þau eru að selja bankana og þau gera ekkert í því að sko hemja vaxtamunin eða temja þetta dýr, heldur komaði bara í hendunar á Kviku, þar sem að stóðir eru sko gerandi aðili sem að ætlar að sko bara blóðmjólka þetta sem mest. Já. Þetta er náttúrulega tótal stjórnleysi. Þetta við fáum svona skýrslu einkavæðingu bankana mjög fljótlega, svona svipaðu fiskvilliskýrsluna. Já, svona einhverja svarta sem einhver var að líka við hrun skýrsluna í mittum daginn. Myglunar í húsinu, var ekki komið mygla í MS núna? Núna var að koma mygla í MS, jú. Nú komið það framhaldsskólanum, hugsa ég bara. Þannig að Er það einn frétt í lokin með Margréti? Margréti Friðriksdóttir og Semu. Margréti er þess að dæmt fyrir að ráðast að Semu Erlu 12 mánaða fangelsi. Fær 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi. Það er ekki setið af sig nema hún gerir þetta aftur. Já. Hún rópaði aðeins, hún ætlaði að drepa hana. Já. Kalla hana bitch. Já. Og tík og eitthvað. Já. Einmitt. Hefur þú skoðan á þessu? Ég er bara daldið þetta er náttúrulega nokkur ára gamalt mál sko. Mjög gamalt. Búið að taka svolítið langan tíma. En það var verjandi sjálfstæðismæðurinn Arnar Þór Jónsson eða ekki, sem er varaþingmaður. Nú var það? Málfrelsismæður, hann var verjandi. Hann var verjandi? Saman. Já. Verjandi en að Margrétar. Já. Þetta var náttúrulega svona rasísk árás sko, ég held að þannig að ég er svona svolítið ánægð með að það sé dæmt í svona máli sko, ég verð að segja það. Herru, en við látum þetta duga.